eftir að taka leikli og skiptum vörn, fara að plúsa út hérna Natasju Hammer þarna og taka hann umferð svo í framhaldinu sko, þannig að og það bara riðlaði öllu skipulagi á Stjörnunni. Okkur langaði að tala um það, svona að taka leikmannir umferð, þetta ekkert rosalega áhorfendavænt. Nei, þetta svo langt frá því að vera skemmtilegt að horfa á þetta og í grunninn á þetta náttúrulega ekki að virka fyrir liðin að vera að taka leikmann umferð og þú ert að spila 5 á 5 í staðinn fyrir 6 á 6 á teik. Þú veist, þá annarkvæmt of mikill gæðamunur á besta leikmannum eða hinnar, þú veist, það verður að fara að æfa þetta þá eitthvað, ég alltaf geri það ekki en þarna sjá að þær eru að plúsa út Natasju, þannig er hún ekki alveg að taka hann umferð og seinni í leiknum fara að taka hann í gjörsamlega umferð og fara ekki í boltann og ég meina Stjarnan reyndi allt að setja hann inn á línuna hægra megin, þannig að draga frá, setja hann í hægri skipti á miðjuna og svona, en fundu bara engar leiðir og Haukavörðin bara sterk og einhvern veginn áttu þær ekki, Stjarnan einhvern veginn aldrei líklega til þess að vinna með leik, svona 1 og 1 áhlaup en aldrei líklega. Þetta var gert mjög mikið í gamla daga, Rakel. Þetta ofboðslega þreytandi þegar leikmaður er tekinn úr umferð. Mér finnst líka eiginlega bara leiðilegt að þetta virki, af því að þetta eiginlega á ekki vera lausnin, þetta á ekki vera leiðin að taka einn leikmann út og það fari bara allt í fjandans. Þú ert bara miklu meira pláss. Við eigum bara að vera með leikmenn sem geta nýtt sér það, farið maður mann einangra betur eða hvað það er og nýtt sér það að leikmann, að vörnin kjósi það að spila bara 5 á móti 5. Þetta er bara leiðilegt að þetta einhvern veginn skuli vera leiðin en ég skil þjálfara á meðan þetta er að virka að kannski bregðast við. Stebbi tekur þarna leikli og þau ákveða að setja ótabótið Natasju, hún var búin að byrja auðvitað mjög sterkt í leikinn. Og það svínvirka og eðlilega þú ert í úrslitabransa og ætlar að ná í 2 stig og það virkar en þú veist, er þetta gott fyrir handboltan líka? Þú veist, bestu, ef við erum að taka bestu leikmenn í kvennaboltanum úr umferð. Ef það er að virka, þú veist, þetta er ekki, svo fara þær í, segjum bara að þau fara í landslið eða þú veist, önnur lið og þú ert ekki að spila 6 á 6 sem er bara svona það sem þú ert að gera þar. Þú veist, þú ert að spila 5 á 5 og vera að taka úr umferð og svo líka þetta smá áfellisdómur á hina leikmenni geta ekki nýtt sér þetta betur, það stytta sóknirnar svakalega, þú veist, það er svo margt sem, þú veist, maður skilur þjálfaran en svo er þetta kannski þessi punktur bara, þú veist, er þetta gott fyrir handboltan og þetta er náttúrulega ekki sjónvarpsvænt. Eða þú veist, finnst manni, þetta er ekki jafn skemmtilegu leikur en svo að horfa 6 á 6.